Komið sælublestuð, ég heiti Zacharias Ingólfsson, ég er prestur játningabundnu evangelisk-lútersku kirkjunar. Hvað þýðir það eiginlega að vera lútersk kirkja eða að vera játningabundin og hvernig hefur þetta áhrif á okkar safnaða starf? Ég ætla að fara aðeins yfir þetta í dag, ég ætla að segja ykkur pínlítið sögun á því og sýna ykkur svolítið úr ritningunni líka. En ef við byrjum á sögunni þá er lúterska kirkjan ekki neitt annað heldur en kirkja allra alda. Kirkjan byrjaði þegar Jesús kallaði lærisveina sína og sendi það út til þess að predika og boða orð Guðs og til þess að útdeila sakramentunum og til þess að fyrirgefa syndir. Þannig byrjaði kirkjan og þannig hefur kirkjan verið alveg frá upphafi og okkar trú er trú postulana og trú kirkjufeðrana og trú siðbótarinnar sem og trú tíman á eftir siðbótinni. Við erum hinn sögulega kirkja. Og þetta hefur lúterska kirkjan alltaf haldið fram. Stærri hluti Augsborgar játningarinnar svokölluð sem er játningarit kirkjunar. Fyrstu 21 greinin gera sérstaklega grein fyrir því að lúterska kirkjan er hinn sögulega kirkja og sýnir fram á hvernig kenning kirkjunar hefur verið svo sama gegnum aldirnar. Nú síðan hafa ýmsir hlutir komið og bæst við kirkjuna gegnum aldirnar og ýmislegt sem að ekki á neina rót í ritningunum og það er svolítið af því sem að gerist í siðbótinni er að lúterska kirkjan afneitar ákveðnum hlutum sem að bæst við. Það sjálfsögðu ekki öllum hefðum, við höldum í guðþjónustahefðina, við höldum í textaraðir, við höldum jafnvel í það hvernig kirkjubyggingar líta út og hvernig það eru skreyttar og svo framvegis. Það er ýmsar góðar hefðir sem að bæst við gegnum aldirnar sem er ekki á móti biblíunni eða móti boðskapi hennar, heldur sem að styðja það og byggja undir þessa góðu kenningu biblíunar. Þannig að við erum að halda því sem gott er en afneita því sem að er rangt eða gegn biblíunni. Og þetta er það sem að kemur fram líka í þessum ritum sem við köllum játningarit lútersku kirkjunar. Hér er ég með í safnaða í dálítið þykka bók. Þetta er sem sagt þýsk, latinsk og ensk útgáfa þannig að hún er ekki alveg svona þykk ef hún væri bara eitt tungumál. Ekki alltið til á íslensku þótt ýmislegt sé þegar komið, sumt að því er á heimasíðu okkar kirkjuhjálp.is. Þessi játningarit eru fyrstu 3 ritin eru mjög stutt, það er postulega trújátningin, níkujátningin og Aþanaísarjátningin. Sem eru 3 stuttar trújátningar sem taka saman hvað kristnir menn kenna heilaga þrenningu út frá heilagri ritningu. Þannig að þetta er lýsing á réttum skilningi kirkjunar á heilagri þrenningu. Þannig að það sem að hér kemur fram eru hlutir sem að allir kristnir eru sammála Ef ekki þá hefur maður í rauninni skilgreint sig þannig að maður sé fyrir utan hina heilugu almennu kirkju. Síðan kemur að siðbótinni og restin af því sem er í þessari bók eru rit frá siðbótinni. Augsborgarjátningin er náttúrulega það mikilvægasta frá því 1530 sem að lýsir því hvernig lúterska kirkjan er hinn sagulega kirkja en einnig hvernig hún hefur gert uppgjör við ýmislegt af því sem hefur bæst við gegnum aldirnar og er rangt. Við það bætast síðan ýmis önnur rit eins og fræði Lúthers, hinn minni og hinn meiri sem að eru kennslurit fyrir annars vegar leikfólk og hins vegar presta í grundvallar fræðum kristinna trúar. Síðan eru ýmis annur rit eins og varnarit játningar Augsborgarjátningarinnar, smalkalden greinarnar. Það er annar viðauki við Augsborgarjátninguna sem að við stundum köllum ritgerð Melanchtons mátt páfans. Og síðan er það hinn svokallaða samlyndisregla sem kom síðar þegar þurfti að takast á við ágreining innan lútersku kirkjunar. Öll þessi rit þessum ritum hefur safnað saman árið 1580 eru þau játningarit lútersku kirkjunar sem lúterska kirkjan og allir þeir sem að í raun og veru geta talist lúterskir eru sammála Samt sem áður gerum við mikið point út úr því að lúterska kirkjan sé biblíukirkja og byggir allt sitt starf á heilagri ritningu. Og það sem gerðist árið 1530
og afsakið 1530 þá kemur Augsburg-játningin, en 9 árum áður þá var það kannski stofnandi kirkjunar, eða sem ekki rétt að segja, en allavega mikilvægur maður í kirkjunni var Martin Luther, og hann hafði skrifað allt þetta sem var að gera sem var rangt í kirkjunni, og þetta komið fyrir heyru páfans sem var ekkert sérstaklega ánægður, sem að lýst hann í bann árið 1520, og árið síðar 1521 voru réttarhöld yfir honum í bænum Worms í Þýskalandi, þar sem hann var á endanum dæmdur útlægi. En í þessum réttarhöldum var Luther beðinn að taka öll rit sín til baka og afneita þeim, og Luther benti á það að það er margt í þessum ritum sem að allir eru sammála sem að jafnvel kaþólska kirkjan, eða Rómarkirkjan er kannski réttar að segja, líka er sammála, og ef ég dreg það tilbaka þá er ég að afneita því sem að kirkjan er algjörlega sammála það er bara ekki hægt, vegna þess að kirkjan er æðsta vald, Biblían er æðsta vald innan kirkjunar. Enginn getur sett sig yfir Biblíuna, ekki einu sinni páfinn sjálfur. Og náttúrulega ein af grundvallar hugsunum hérna er það að Biblían sé nógu skýr til þess að allir geti skilað hana ef þeir lesa hana sjálfur. Það þarf ekki einhvern eigin mátt páfans til þess að skilja Biblíuna. Þannig hefur Biblían orðið hyrningarsteinn lúthersku kirkjunar. Það er ekki valdið sem hefur erfst frá apostolunum, heldur er það orð Guðs. Nú á síðari áratugum og kannski síðari öldum hefur vald Biblíunar átt undir högg að sækja, sérstaklega innan stóru kirkjudeildana, til dæmis íslensku þjóðkirkjunar, sem að í rauninni hefur efast og kannski jafnvel afneitað valdi Biblíunar sem raunverulegum sannleika. Það er hægt að líta á það kannski sem einhvers konar innblástur. Og í þessu samhengi þá ætlum ég að sýna ykkur nokkur vers úr Biblíunni, og við ætlum að fara hérna, getum reyndum bara gert þetta svona. Nú erum við í Rómverjabréfinu, við ætlum að fara fyrst í Markús og Guðspjall í 7. kafla, og hér getum við séð hvernig Jesús talar Gamla testamentið. Þetta er saga sem segir frá því hvernig Jesús var var beðinn að, eða hann spurður að því að fara sem á hverju postular Jesús þvæði sér ekki hendurnar eins og er venja hjá gyðingum. Þeir ausa vatn yfir hendurnar og fara með einhverja bænir áður en þeir borða, eða þeir koma að markaði eða eitthvað svoleiðis, en þetta gerði ekki postularnir. Hvers vegna gera þeir það ekki, og farisegar vilja fá svar Jesú við þessu. Og Jesaja bendi fyrst á Jesaja spámann, og við ætlum að koma aftur að Jesaja spámanni eftir augnablik, en sjáu þið hvernig, hérna í versi 8, hvernig Jesús talar Gamla testamentið, og boðorðin í Gamla testamentinu, þau eru boðorð Guðs. Þetta er ekki boðorð manna, heldur boðorð Guðs. Eins í vers 9, þetta eru boð Guðs, og hann talar, eins og við sjáum í versi 13, orð Guðs. Gamla testamentið er orð Guðs. Þetta er hlutur sem að endurtekur sig í Nýtestamentinu. Oft er að líka tala þannig er ritað eða ritað er, og þegar er umræða milli farisea og Jesú, þá er þetta allavega hlutur sem þeir eru sammála að þær ritningar sem voru komnar á þessum tíma, Gamla testamentið, það er óumdeilanlegt orð Guðs sem allt þarf að byggja á. Nú þegar kemur að Jesaja, þá ætlum við að fara aðeins í Jóhannesar Guðspjall í 12. kafla. Þetta er rétt bara stuttu fyrir páska, þeir eru alveg að fara að gangi í garð, og þess að páskarnir þegar Jesús dó á krossinum, og hér er sagt frá því hvernig sumir gyðinga afneita Jesú, jafnvel þótt hann hafi gert mörg tákn fyrir augum þeirra. Þeir trúa sem sagt samt sem áður ekki á hann, þeir bara afneita honum algjörlega. Og þá er bent aftur á Jesaja, og hér stendur í 41. versi, Jesaja sagði þetta af því að hann sá dýrð hans og talaði hann. Sjáðu til, Jesaja er raunverulegur maður, raunverulegur spámaður úr sögunni sem að skrifaði Jesaja bók. Það að stundum í dag sé talað að hafa verið fleiri Jesaja, eða
þú veist, engin Jesaja kannski, og þetta sé bara samansafn af alls konar ritum sem koma frá því eftir daga útlegarinnar, það stenst ekki Nýja testamentið, því þannig lítur ekki Nýja testamentið á það og þannig lítur ekki Jesús á það. Hann lítur á Jesaja sem raunverulega mann, og ef við raunverulega trúum á Jesú, þá ættum við að skilja Biblíuna eins og Jesús líka skilur hana. Og Jesús talar það í Gamla testamentinu, þessi margar persónur sem eru sögulega persónur. Hann talar Jónas í hvalnum sem raunverulega persónur sem að raunverulega var í maga hvalsins. Hann talar forfeðurna Abraham og Ísak og Jakob, og hann talar Davíð konung og Salomon og ýmsa aðra, svona sögur úr Gamla testamentinu, Elías líka, spámann úr hérna Norðuríkinu, og þetta allt saman raunverulega persónur. Og við ætlum að kíkja á allavega 2 vers þar sem að Jesús lítur til Gamla testamentisins með þessum hætti. Við skulum byrja í Mattheusarguðspjalli í 22. kafla, setja það á skjáin hérna. Og hér koma Saddúkear til Jesú og komu sögur Gamla testamentinu sem þeir telja að sýni fram á að það sé engin upprisa frá dauðum, og takið eftir því hvernig Jesús svaraði þeim frá versi 29. Jesús svaraði þeim: þér villist, því að þið þekkið ekki ritningarnar né mátt Guðs. Í upprisinu kvænast menn hvorki né giftast. Þeir eru sem englar á himni, en með upprisu dauðra hafið þeir ekki lesið það sem Guð segir við yður. Ég er Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs. Ekki er hann Guð dauðra, heldur lifenda. Og það vegna þess að hann er Guð þessara manna sem eru gengnir á undan, og vegna þess að hann segir þetta svona, þá þýðir það líka að þeir munu rísa upp. Hann var ekki Guð þeirra, hann er Guð þeirra, jafnvel eftir þeir eru dánir. Það þýðir að þeir munu rísa. Og þannig lítur Jesús á og notar Gamla testamentið. Þetta eru raunverulega persónur sem að lifðu, eru dánir og munu aftur rísa upp á hinsta degi. Nú stuttu á undan aftur í Mattheusarguðspjalli, núna í 19. kafla, þar talar Jesús Adam og Evu sem raunverulegar persónur. Þetta í sambandi við hjónaband. Og hér koma farisæjar til Jesú og segja í 3. versi: leifist mann að skilja við konu sína fyrir hvaða sök sem er. Farisæjar litu gjarnan þannig á að svo var, og Jesús náttúrulega ávítar þá fyrir það á ýmsum stöðum að þeir litu á það sem allt og auðveldan hlut að skiljast. Allavega, þá lesum við áfram hvað Jesús segir við þá: hafið þér eigi lesið að skaparinn gjörði þig frá upphafi karl og konu, og sagði: fyrir því skal maður yfirgefa föður og móður og bindast konu sinni, og þau 2 skuli verða einn maður. Eða eitt hold, sem einnig mætti þýða þetta, og kannski væri enn betra að þýða það. Hér stundum við talað að það séu 2 sköpunarsögur. Fyrri sköpunarsagan sem er kosmísk og lítur á dagana þegar allt er skapað, plánetnar og sólin og himinn, og síðari sköpunarsaga þar sem er einblínt á mannin og sköpun hans, og það er garðurinn í Eden og svo framvegis. En þegar Jesús vitnar í þessa 2 hluta sköpunarsögunar, þá vitnar hann í þetta sem eina sögu. Hann gerir engan svona greinarmun, og þess vegna ættum við ekki að gera það heldur, nema við höldum því fram að við vitum betur en Jesús. Hann talar sem sagt Adam og Evu sem raunverulegar persónur, fyrstu 2 mennina í sögu veraldar. Og það segir okkur líka annað. Ef við ætlum að skilja Biblíuna eins og Jesús gerði það, þá verðum við líka að líta á mannin sem skapaðan af Guði, sem líkama og sál, ekki sem sál sem býr í líkama, heldur sem einingu líkama og sálar. Þannig að líkamann er jafn mikið þú eins og sálinn sem býr í líkamanum, og sem karl eða konu sem er ætluð hvert öðru. Þannig að hjónaband, hefðbundna hjónaband karls og konu er það eina sem við getum í raun og veru tekið sem gilt ef við ætlum að hafa sama skilning á því og Jesús hefur.
Þetta er ein af afleiðingunum sem það hefur fyrir játningabundna evangelisk-lúterska kirkju að byggja sitt starf á heilari ritningu, að þá vilju hafa þann sama skilning og Jesús hefur. En við getum haldið áfram og skoða nokkra aðra hluti og viljum fara hérna í lok Markúsarguðspjalls þegar Jesús sendir út postula sína og hér í 15. versi segir hann við þá: farið út allan heim, predikið fagnarindið öllu mannkyni, sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða, en sá sem trúir ekki mun fyrirdæmdur verða. Með Jesú trúum við sem sagt að það sé bæði sem sagt frelsun, það að verða hólpin, og fyrirdæming, það að verða ekki hólpin. Og frelsun er fyrir þá sem að trúa og skýrast. Það þýðir ekki að skýrnin sé okkar verk sem að við frelsumst fyrir, heldur er það verk sem að Jesús gerir við okkur. Skýrnin er hans verk fyrir okkur og ekki okkar verk fyrir hann, og við getum til dæmis séð það í Rómverjabréfinu, við förum í 7. kafla líka og kíkjum á þetta hérna. Í 4. versi segir: við erum því dánir og greftraðir með honum í skírninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakin frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Skírnin er það að tengjast dauða og upprisu Jesú, rétt eins og maður fer í björgunargalla áður en maður lendir í sjónum, fer kannski undir vatnið en kemur aftur upp heilla húfi vegna þess að björgunargallin flýtur. Og eins er það Jesús sem að flýtur í ólgusjó dauðans, en þannig má alveg komast. En síðan var það þannig í Markúsarguðspjalli, var það ekki, að hér kemur fyrst að hann sendir þá út allan heim til þess að predika fagnaririndið. Og þetta fagnaririndi, það er það sem að fólk frelsast fyrir. Í 10. kafla Rómverjabréfsins talar Páll þetta. 9. versi stendur hér: ef þú játar með munni þínum Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, mundu hólpin verða. Og í 13. versi: hver sem ákallar nafn drottins mun hólpin verða. Síðan heldur hann áfram: en hvernig eiga þeir ákalla þann sem þeir trú ekki á? Og hvernig eiga þeir að trúa á þann sem þeir hafa ekki heyrt um? Og hvernig eiga þeir að heyra án þess að einhver prediki? Og hver getur predikað nema sér sendur? Svo er ritað: hversu fagurt er fótatak þeirra sem færa fagnaðarboðin góðu. En þeir hlýddu ekki allir fagnaðarundinu. Jesaja segir: drottinn, hver trúið því sem er boðuðum? Svo kemur þá trúin á boðuninni, en boðunin byggist á orði Krists. Og þetta er í raun og veru grundvallar atriðið fyrir okkar lútersku kirkju, að hún er stofnuð og sett á stofn, kirkjan öll, til þess að fagnaðarindið sé predikað, til þess höfum við presta, til þess að prediki fagnaðarindið, til þess að fólk geti orðið hólpið. Þetta er kjarni og hlutverk kirkjunar, að predika til hjálpræðis. Kirkjan tekur sér stundum önnur verk og sum þeirra eru góð verk til þess að til dæmis að hjálpa sjúkum og fátækum og sjá til þess að fólk hafi eitthvað til þess að klæðast og svo framvegis. Þetta eru allt hlutir sem að kirkjan hefur séð alveg frá upphafi, þar til að í rauninni velferðarsamfélagið kom og tók þessa hluti að sér í staðinn. En jafnvel þá getur kirkjan séð að gera samfélagið sínu gott. Það hindrar náttúrulega ekki. Jafnvel þótt að samfélagið tekið mikið af þessum hlutverkum, þá hindrar það náttúrulega ekki að kirkjan haldi því líka áfram. Og það ætti að sjálfsögðu kirkjan að gera, en megin hlutverk kirkjunar er engu að síður það að predika til hjálpræðis. Þess vegna þarf kirkjan að tala satt, og þess vegna þarf kirkjan líka að tala ritningunni samkvæmt. Alveg sama hvað, jafnvel þótt að sé ekki vinsælt í okkar samfélagi, jafnvel þótt að boðskapur kirkjunar móðgi einhvern, eða jafnvel fái einhvern til þess að hata kirkjuna, þá er kirkjan hliðhóll drottni meira en hún er hliðhóll nokkrum öðrum. Og það er drottins verk sem við eigum að gera, og það eigum að gera fyrir alla þá sem að drottin elskar, sem eru allir menn. Þetta er svona stutt lýsing á því hvað lúterska kirkjan í raun og veru er. Að lokum get ég sagt pínulítið þann söfnu sem við höfum, sem heitist svona mánaðarlega
til messu og síðan einnig mánaðarlega þar á milli til lesinnar guðþjónustu. Sýningur aðeins heimasíðan okkar jalk.is, jalk.is. Ef þið fer inn á síðan og ítir á starf hérna uppi í valmyndinni, þá talað stutt grundvöll starfsins, sem svolítið af því sem ég er búin að vera að segja ykkur frá núna, síðan guðþjónustur okkar og aðra hlutir sem við erum að gera, trúfræðslu og svo framvegis, og síðan þær athafnir sem að heyra til lútersku kirkjunar, skírd, ferming, blessun hjóna, skriftir, vitjun sjúkra og útför. Og kannski margir sem að ekki vita að skriftir eru hluti af starfi lúterskrar kirkju. Að lokum stendur hérna bíldið prestnám, þannig að alltaf að leita af góðum mönnum til þess að fara í preststarf, fara í nám og læra að vera prestar. Þetta var sem sagt stutt yfirlit. Segið mér endilega hvað ykkur finnst hérna í athugasemdunum undir. Ég ætla að reyna að búa til svolítið meira af þessum myndböndum núna framöndan og bæði segja ykkur frá grundvallar atriðum trúarinnar og hvaða sem við trúum á og hvaða afleiðingar það hefur fyrir okkar safnaða starf, en ég vil gjarna taka upp þau efni sem að þið hafið áhuga á. Og með þessi segi ég takk fyrir í dag.